Eignavakt Aurbjargar í boði fyrir alla áskrifendur Aurbjargar. Í grunninn eignavakt eins og venjuleg fasteignaleit en hún hefur vissa eiginleika sem gera það að verkum að hún getur reynst gríðarlega öflugt tól til að hjálpa þér að finna drauma eignina sem þú ert að leita af. Í grunninn eignavakt eins og fasteignaleit. Það eru birtar allar fasteignaauglýsingar sem eru í boði á Íslandi hverju sinni á síðunni og þú getur þrengt leitina með því að slá inn póstnúmer, með því að slá inn hvers tegund þú ert að leita, fjölbýli eða einbýli, hæðum eða slíku. Þú getur líka verið að leita á einhverju stærðarbýli eða verðbýli og það er jafnvel hægt að slá inn götuheiti. Þetta er allt saman mjög eðlilegir hlutir í fasteignaleit. Þú getur vistað einhvers konar auglýsingar sem þið líst vel á og skoða síðar í vistuðum eignum. Þú getur líka farið í það að smetla á samanburðarhnapp á hverju auglýsingu fyrir sig og þá getur þú borið þessar eignir sem að þið líst vel á saman hlið við hlið til að sjá hvaða mismunandi eiginleika þær hafa. Síðan meir. Þú getur að sjálfsögðu sett vakt í gang af því eignavaktin er vakt og þá verður tilkynning það því að nýjar eignir birtast innan þeirra leitaskilyrða sem þú ert að leita eftir í tölvupósti. Svo er líka hægt að kalla eftir verðmati á þær eignir sem þú ert að skoða. Þá er verðmatið hugsanlega eitthvað annað, svo önnur tala en það sem er sett á eignina. Verðmatið er búið til með þeim upplýsingum sem við höfum fyrir á fasteignasvæðinu í kring og stundum er munur á þessu tvennu og ef hann er þó nokkur, þá gæti verið kauptækifæri að ræða fyrir akkurat því. En það sem gerir eignavaktina sérstaka er það að þú getur notað greiðslumat sem eitt af leitarskilyrðunum þínum. Við bjóðum upp á það að þú ferð í gegnum létt greiðslumat sem tekur enga stund og með því getur þú komast að því hvort þú hreinlega hafir efni á fasteigninni sem þú ert að leitað. Ég ætla að sýna þér hvernig greiðslumatið virkar. Þú smellir bara á það, þarft bara að fylla inn í hverja heimilistekjurnar eru fyrir þig og makaðinn eða annan sambýlisaðila, hvort þið séum einhverja aðra tekjur á mánuði og hvort þið hugsanlega eigið einhvern sparnað. Ég ætla að setja inn að það sé 20 milljóna króna sparnaður hjá þessum tveimur einstaklingum. Það getur verið mismunandi hjá öðrum einstaklingum en ég ætla bara að hafa það fyrir sakir þessa dæmis. Segjum sér svo að þessi einstaklingar séu með önnur lán sem þau þurfa að greiða upp á 221.000 krónur í hverju mánuði, mánaðanlega útgjöld upp á 50.000 krónur og það sé verið að greiða 30 skall í námslán, það sé 1 bíll á þessu heimili og það sé 1 barn á framfæri þessa heimilis. Þegar við smellum á þetta, þá er komið greiðslumat sem að sýnir þér kaupgetuna, það er að segja hvað þú getur keypt dýra fasteign, hver lánsgetaðin gæti hugsanlega verið og svo líka hver greiðslugetan eða þar segja hvað þú átt og getur greitt mikið í lán á mánuði meðal annars samkvæmt skilyrðum Seðlabankans upp á 35%. Nú þegar þessu er lokið þá getur farið aftur í eignavaktina og ef þú kíkir núna á fasteignaauglýsingarnar sem þú ert að skoða þá sérð þú að það er komin tilkynning á hverja fasteignaauglýsingu sem segir að þessi fasteign sé innan greiðslugetu þinnar með þessa leit og þessa leitaskilyrði. Þetta er alveg einstakt á íslenskum fasteignamarkaði, en það er annar punktur og önnur virkni sem er jafnvel ennþá meira spennandi í eignavakt Aurbjargar. Og hún er svo að til dæmis, svo við tökum sem dæmi, ef að fasteignasalan Remax er að bjóða upp á söluna á þessari íbúð, þá getur þú haft samband við fasteignasöluna og þú getur gert tilboð í þessa ágætu fasteign í gegnum fasteignaauglýsinguna. Þú þarft ekki að hafa samband með neinum öðrum hætti. Þú getur bara merkt hversu lengi tilboðið á að gilda, hvort fyrirvari sé ástandsskoðun eða sölu á fasteign, hvort þú setur að kaupa í fyrsta skiptið ekki og svo bætur við kaupanda. Þú getur sagt hver fjármögnunin er ef þú ert með einhvers konar fjárhæð í huga sem þú ætlar að gera og hversu mikið þú ætlar að taka að láni. Þú getur lýst greiðsluáætluninni, þar að segja hvernig þú ætlar að greiða fyrir þessa ágætu fasteign og þú getur líka tekið fram hver lánveitandinn er og hvert tryggingafélagið er. Þegar þessu er lokið, þá getur þú líka sagt hvort þú sést með einhverja fasteign sem þú ættir að setja upp í og við getum reiknað út fyrir því hvað þú átt með GI fyrir hvoru fyrir sig og svo sendur þetta á fasteignasalann. Þetta þýðir það að eignavakt Aurbjargar er eins og hver önnur fasteignaleit en hún hjálpar þér líka að finna draumaeignina þína sem þú hefur efni á af því hún notar greiðslumat sem eitt að leita skilyrðunum og svo getur þú haft samband við fasteignasöluna beint í gegnum fasteignaauglýsinguna og verið þá fyrstur að stökkva á þessa fasteign þegar hún birtist þér í eignavaktinni.